Hvað er nafnmyndaskráning eða nafnmyndastjórnun? Nafnmyndastjórn fer fram í gegnum nafnmyndagrunn sem er grunnur til hliðar við hinn eiginlega bókfræðigrunn. Skrásetjarar velja samþykktar og staðlaðar nafnmyndir fyrir mannanöfn, stofnanir, efnisorð, landfræðiheiti og samræmda titla. Þessar nafnmyndir eru svo tengdar við þær bókfræðifærslur sem verið er að vinna við. Nafnmyndirnar taka saman allar birtingarmyndir einindisins sem þær fjalla og tengja þær allar saman. Þetta þýðir í einföldu máli að öll verk eftir Halldór Laxness tengjast við sömu nafnmynd þó að sum verk séu skráð á Halldór Kiljan og önnur á Halldór Guðjónsson. Það er að segja, ef nafnmyndafærslan inniheldur allar þessar birtingarmyndir, það er að segja Laxness, Kiljan og Guðjónsson. En nafnmyndirnar verða náttúrulega ekki til að sjálfu sér og nafnmyndaskráning og utanumhald nafnmynda í gegni fer fram hér á Landsbókasafni. Nafnmyndastjórn í Alef var mun þyngri og erfiðari í vöfum en er í Ölmu. Einu sinni í viku var gerð keyrsla með ótengdum nafnmyndum úr kerfinu sem einn starfsmaður fór yfir og bjó til nýjar íslenskar nafnmyndir. Lítið sem ekkert var gert í skráningu nafnmynda fyrir skipulagsheildir og ritræðir. Annar starfsmaður sá að búa til efnisorð í 600 sviðum eftir samþykktum efnisorðaráðs. Það fyrirkomulega reyndar enn við lýði. Í Ölmu er nafnmyndastjórn miklu aðgengilegri með svokölluðum Authority Control Task List sem í daglegu tali er kallaður auðlisti eða verkefnalisti fyrir nafnmyndastjórn á íslensku. Í auðlistan er safnað saman öllum ótengdum nafnmyndum og efnisorðum undir viðkomandi marksvið. Listinn verður til þegar bókfræðifærsla með ótengdum nafnmyndum er vistuð í bókfræðigrunninn okkar. Og hérna sjáum við listan og þarna lengst eru marksviðin og þið sjáum við þarna tölur fyrir aftan eins og 100 sviði, það er hvað er það? 140 sviði, það sem þýðir að þetta eru 147 færslur sem það þarf að fara yfir, það sem eru ótengdar nafnmyndir sem við þá í mannanafnahópnum förum yfir. Við innleiðingu Ölmu var búið til nafnmyndaráð á Landsbókasafni og í því eru allir starfsmenn skráningar ásamt sviðsstjóra aðfanga og skráningarsviðs. Í dag eru við 7 starfsmenn sem myndum nafnmyndaráð og sjáum við öllum að fara yfir auðlistan og búa til nafnmyndir í nafnmyndagrunnin út frá listanum. 3 starfsmenn sjá mannanöfn, 3 starfsmenn sjá skipulagsheildir, 1 starfsmaður sér öll efnisorð og landfræðiheiti. Í mannanafna og skipulagsheildarhópnum tekur hvert fyrir 1 mánuð í senn og fer yfir, sem þýðir að hvert okkar fer yfir 3 mánuði á ári. Við tengjum við réttar nafnmyndir í okkar grunni eða LC séu þær til. Eða búum til íslenskar nafnmyndir séu þær ekki fyrir hendi. Þetta er heilmikil vinna og í hverju mánuði búum við til ca. 200-300 nýjar nafnmyndir í nafnmyndagrunnin. Nú í janúar, til dæmis síðastliðinn, voru sem dæmi búin til 141 nafnmynd fyrir einstaklinga, 33 fyrir skipulagsheildir og 310 ný eða uppfærð efnisorð. Í nafnmyndaskrá gegnir eru fyrst og fremst vistaðar færslur fyrir íslenska einstaklinga og íslenska skipulagsheildir. Nafnmyndaskrá LC er í flestum tilvikum notuð fyrir erlenda einstaklinga. Undantekningar frá þessu eru erlendir einstaklingar sem hafa fengið íslenska ríkisborgararétt, búa og eða starfa á Íslandi og eiga margar færslur í gegni. Auk erlendra nafna þar sem íslensku ritháttur þarf að vera litarbær. Íslensk nöfn eru skráð í einum streng í svið 100, þar sem fyrir vísir 4, þar sem fornafn er haft fyrst, svo millinafn sé það til staðar og loks föðurnafn eftirnafn. Sé alnafna að ræða sem fæddir eru sama ár, má greina þá í sundur með starfsheiti í deilisviði C. Erlend nöfn eru skráð eftirnafn fornafn í svið 100 fyrir vísir 1, nema óskað hafi verið eftir því að viðkomandi aðila að nafn þeirra sé sett samkvæmt íslenskri nafnahefð. Og núna náttúrulega er það kannski alltaf spurning hvenær fólk telst Íslendingar, hvenær það telst ekki Íslendingar, en það er alveg efni alveg sér erindi út af fyrir sig.
Mikið af ótengdum nafnmyndum fyrir skipulagsheildir og ritræðir. Hér vert að geta þess að þegar talað skipulagsheildir átt við stofnanir í hljómsveitir og annað í þeim dúr. Skipulagsheildarhópurinn hefur nóg á sinni könnu við gerð nafnmynda því fyrirtækja hætta, breyta nafn, stofnanir sameinast eða sundrast, það tala nú ekki blessu ráðunetin sem eru út kvipin og kappi. Þetta þýðir oft mikið grúsk og upplýsingaöflun á netinu. Og talandi grúsk á netinu, þá lendum við oft í ýmsum ævintýrum við að tengja réttar einstakling við réttu nafnmyndina. Sérstaklega þegar algeng nöfn að ræða og marga alnafna. Einn okkar lendi til dæmis í því að hún þurfti að greina á milli tveggja kvenna sem við fyrstu sýn virtust vera sama konan. Auk þess að heita sama nafni, vera fæddar sama ár og búa á svipuðum slóðum á Kársnesi, voru þar báðar sundkennarar eða hefðu skrifað sund. En eftir mikið grúsk á ja.is og tímarit.is og víðar kom því sannaði ljós. Sjálfur lenti í því daginn að þurfa að finna út hvenær ákveðinn Guðmundur Guðmundsson væri fæddur. Ég grúskaði allt internet í sirka klukkutíma, hann var ekkert ákveðið. Sem betur fyrir var netfangið hans í skýrslunni sem ég var að skrá og ég sendi honum e-mail og spurði einfallega hvenær hann fæddur. Og hann svaraði daginn eftir. Og kom það ljós að þeir voru 2 alnafnar sem fæddir voru þetta aðar. Þetta Guðmundur Guðmundsson frekar algilt nafn. Báðir voru með nafnmyndafærslu í gegni. Og annar var titlaður sem jarðhælisfræðingur hann í deilinsviði C, en hinn arkitekt. Og hafði þessi arkitekt komið að hönnun Seðlabankans. Nánast allar færslur í gegni voru tengdar við arkitektin, en aðeins 2 við jarðhælisfræðingin. Eftir aðeins meira grúsk komst ég að því að jarðhælisfræðingurinn var einnig tölfræðingur og hafði unnið skeið í Seðlabankann. Útskýrir það kannski af hverju allar færslunar voru eignaðar arkitektunum sem hefði hannað Seðlabankann. Ég tók til við að greiða úr þessari flækju og tengja réttar færslur við rétta menn og þegar yfirlauk var jarðhælisfræðingurinn með nánast allar færslunar tengda við sig. En auðmikisarkitektin var bara með 2. Það sem þetta voru frekar aldraði menn var ruglingurinn búinn að standa yfir í marga áratugi. Þetta sannar náttúrulega auðvitað mikilvægi góðrar nafnmyndastjórnunar en líka hversu flókið er eiga marga alnafna. Og ég auðvitað alls ekki kollega mína enskumælandi sem greinað þurfa á milli ótilandi John Jones eða Mary Smith. Já, takk fyrir mig.